Komið sæl og velkomin í eitt og annað af flugi. Við fljúum nú líklega eitthvað minna til erlendra landa í sumar, en flug er til margs annars nýtilegt eins og við ætlum að skoða í þessum þætti. Það er ekki hægt að gera þátt flug án þess að byrja á Flugsafni Íslands. Það er gestur Einar mættur og hann ætlar að segja okkur aðeins frá rellunum sem þar standa. Þetta er bara svona þráður. Þetta er bensínmælirinn í flugvélinni. Já. Það er mjög lítið bensín á henni. Þú tekur bensín, það er að opna hérna, og svo þegar það fyllist á, þá er það er bara korkur á endanum. Og svo þegar þú fer að fljúga af stað, svo er þú búinn að fljúga í 3-4 tíma og þá er þetta komið hingað, þá bara verður þú að fara að lenda. Já, þetta er ekki flókið. Þetta er ekki flókið. En virkar, svínvirkar. Þetta alveg svínvirkar og þetta er á fleiri vélum. Það reyndar ekki mörgum en svona tiltölulega einföldum, þægilegum, gömlum vélum. Piper-Cub er með svona og menn treysta á þetta og þetta virkar fínt. Hvernig vél er þetta sem er hérna fyrir framan okkur núna? Þetta er vél sem kallast R-Cube. Þetta er módel 1946 og Arngrímur Jóhannsson á þessa vél og hann keypti hana af manni sem var búinn að eiga hana nokkuð lengi, sá bjó í Varmahlíð, en hún er kannski merkilegust fyrir það að hún var í eigu fyrstu konunnar sem tók atvinnuflugpróf í Íslandi. Erna Hjaltalín heitir hún og er nú öldruð kona. En hún átti þetta, pappinn var mikill áhugamaður flug, gerðist áhugamaður bara á fullorðinsárum og keypti flugvélar og átti flugvélar. Og stelpan hafði áhuga og hann keypti þessa flugvél handinni. Já, það er nú örugglega ekki margar konur á þessum tíma sem hafa átt flugvélar eða á undan henni, ef einhverjar. Ekki hér á landi allavega, en ég get vel ímyndað mér að þetta sé fyrsta flugvélin sem var í eigu konu á Íslandi. Já. Og þessi kona stóð sig með afbrigðum vel í flugnámi og hún sótti vinnu hjá flugfélögunum á þessum árum og þeir voru alltaf með einhverja böblur og töldu að hún þyrfti að taka eitthvað betra og meira í loftsiglingafræði og einhverju slíku. Alltaf kom hún með fyrstu einkunn þar til var sagt við hana, nei Erna mín, þú færð ekki vinnu sem flugmaður því þú ert kona. Já. Þannig var það. Akkúrat. En nú er þetta öðruvísi. Já, sem betur fer. Já, sem betur fer. Just a few more weary days and then I'll fly away to that land where joy will never end. I'll fly away. En gestur, þessi hérna, hún er heldur betur glæsileg. Já, þetta er voðalega falleg flugvél. Þetta er svona flugvél sem á að vera til á hverju heimili. Þetta skal ég segja er Piper Super-Cub. Stórum dekkjum, öflugum mótor, getur flogið hægt, lent á stuttum brautum, flogið loftið á stuttum brautum. Dásamlegt að fljúga. Þetta er yndisleg flugvél, yndisleg. Já. Það er eins og segja, þetta er svona eins og eiga heimilisbíl. Það er eitthvað svoleiðis. En þessi hérna sem er hérna? Þessi fallega, þetta er Piper Apache og var sjúkraflugvél á Akureyri hér í mörg ár. Það var maður sem rak hérna lítið flugfyrirtæki, Tryggvi Helgason. Hann var nú með bróður sínum til að byrja með. Sá ungi maður, hann fórst nú í flugslysi hérna upp í Bíldsársskarði í Vaðlaheiðinni. Og sú vél sem hann var á, hún var sjúkraflugvél þá og hann keypti svo, Tryggvi, bróðir hans keypti svo þessa. Og hún þjónaði hér á Akureyri og nánast út all land í mörg ár. Þangað til að Tryggvi seldi hana, flutti til Ameríku. Já. Og þessi vél fór til Reykjavíkur og hún lenti svona svolítið á hrakhólum og hún var keypt tilbaka, við keyptum hana hingað tilbaka og gerðum henni upp og þetta er alveg demantur þessi vél, yndisleg flugvél. Og hefur bjargað mörgum manns lífum? Já, hann náttúrulega bara var að fljúga eins og sjúkraflugvél flogið í dag á nóttu sem degi eins og mögulegt var og sækja fólk sem lá veikt og hafði slasast og annað, þannig að þessi vél hefur gert ýmislegt eins og til dæmis þyrlan okkar hérna inn í gæsluþyrlan sem hefur bjargað 250 mannslífum. Já. Já. En svo sér náttúrulega þetta litla kvikindi hérna við hliðina, sko. Já. Já, sko, þetta er kannski sjúkraflugvél. Jú. Þetta getur læknað sko flugsjúkdóminn. Þetta heitir Pitts Special. Og þetta er bara einsmannsvél, þetta er listflugvél, öflug, með öflugum mótor og hún hefur þannig kerfi, hún getur flogið hvort sem er á hvolfi eða upp og niður og hún gengur alltaf. Hún flýgur hratt, hefur hátt og svo er hægt að setja reyk og þá eru bara allir glaðir. Já. Og það er náttúrulega sérstakir menn sem að fljúga svona flugvélum. Þetta er svona ekkert svona fyrir almenning eins og maður segir. Nei. En þú sér þetta stundum á góðviðrisdögum
og flugdögum og öðru slíku, þá þetta að fljúga með hávaða og látum. Já. En þetta þykir fallegt og er það. Já. Og þarna hinum einn, þetta er hún. Já. Þetta er þristurinn. Já. 1943 kemur til landsins hérna splunkun frá Ameríku í stríðinu og hefur verið hér alla götu síðan. Já. Já. Og núna bara svona, henni flói bara svona montflug eins og við köllum það. Hún flýgur svona 10-15 tíma á ári hverju og hefur hér vetursetu og hérna mikið hjá okkur. Svo hún líka í Reykjavík náttúrulega, þar sem hún á að sjást að sjálfsögðu líka. Gengur hún? Já, þetta í toppstandi. Toppstandi. Og það náttúrulega alveg hörku menn sem eru að vinna við þetta, gera þetta allt fyrir ánægjuna og gleðina. Þetta er dásemd, fallegasta hljóð í flugvél sem til og þetta bara, ég held að þetta sé það fallegasta sem til það þessi flugvél. Já, mönnum þykir það mörgum hverjum. Það stórt ár í ár fyrir flugsöguna á Íslandi? 100 ár. Það 3. september. Þá var flogið af stað úr Vatnsmýrinni á lítilli, ekki lítilli, tiltölulega stórri, gamalli tvíþekju sem að þá þótti voða flott. Hafði verið stríðsvél, kennsluvél og notuð í stríðinu, fyrra stríðinu. Og það módeli sem hafi verið að smíða hérna í. Og við eigum ekki svona vél, þannig að við fórum í það að smíða módel. Og það á fljúgamódelinu í Vatnsmýrinni klukkan 5, 3. september. Já. Þannig að við bíðum bara því. Þannig að það nóg að vera á þessu ári fyrir flugáhuga? Já. Og það í rauninni öll sömur og öll ár. Við erum með árlegan flugdag hérna seint í júní og við verðum með flugdag núna 22. og þá fer þetta allt saman út og fljúga. Við fáum fullt af gestum víðað og Reykjavík og víðar og ég er að vona að við fáum eitthvað svona einhverja stóra vélar inn líka hérna til að sýna, til að halda upp á þetta. Og þetta alltaf skemmtilegt og hingað kemur alltaf fullt af fólki og það þykir öllum gaman af flugvélum. Þetta bara, ég veit það ekki baktería? Einhverju leyti? Já, ég held það. Ég held að geti vel kallast það. Já. Því að manni líður vel, ef maður hefur áhuga á þessu, þá líður manni svo vel innan flugvélar. Manni finnst eitthvað lítið til manns koma þegar maður situr á svona stórri flugvél. Þetta eru náttúrulega alveg magnaðar græjur. Hérna næst ætlum við að kíkja á flugmanninn sjálfan. Hann Kristján Þór ætlar að segja okkur frá sínu starfi. Hvernig flugmaður ertu, Kristján? Í vinnunni náttúrulega vinn ég bara við að fljúga hérna bæði leið- og áætlunarflug. En svo áhugamálinu, þá flýg ég listflug, svona sjálfur. Og flugvélum á svona stórum dekkjum, þar sem þetta að lenda við það. Hvernig var það til að þú varst flugmaður? Bara áhugi frá því ég eiginlega mann eftir mér. Já. Pabbi var í þessu og ég var með honum. Og hvernig að læra flug í dag? Er ekkert mál að læra flug? Nei, mjög auðvelt. Það bara kennt hérna á Akureyri. Og ert þú að vinna hjá flugskólanum þá eða? Já, ég er að vinna svona, aðeins þar. Núna ert þú að fljúga, segirðu, hjá Norrlandi, það ekki? Jú. Þú ert líka í sjúkraflugi? Já, Norrland flýgur sjúkraflug aðeins á Grænlandi. Ok. Og hjálpar það ekki til að vera listflugmaður þegar það kemur að erfiðum aðstæðum í sjúkraflugi? Nei, ekki beint, sko. En þetta kannski gefur svona aðra sýn. Nú man ég ekki hvort ég hafi búin að spyrja það, en hvenær byrjaði að fljúga cirka? Ég byrjaði sjálfur, ég kláraði að læra að fljúga, ég flög 16 ára og kláraði 17 ára. Og ég var búinn að fljúga náttúrulega fyrir það. Já. Með pappa. Og pappi þinn er flugmaður líka? Já. Er þetta í blóðinu svolítið það? Já, ég held það. Já, ekki? Jú. Áttu eitthvað að flugvélinn sjálfur það? Já, það er ein Pitts S2B heitir hún. Tvíþekja, listflugvél. Og svo flugvél sem heitir Piper Super Cub. Hún á 31 tonn dekkjum og getur lent mjög stutt og farið í loftið stutt líka. Ok, þannig að það er svona meira svona eins og fjallajeppi hjá bílaköllum? Já. Og þú veist, hvernig hagar hún sér í svona erfiðum aðstæðum? Er þetta að lenda henni hvar sem þá? Já, kannski ekki alveg hvar sem ef það mjög stór grýtt þá það ekki hægt, en það skulum segja, með svona, ef þú ætlar að lenda einhvers staðar þá finnur þú svona í ákveðnu radíus frá staðnum. Einhvern góðan stað. En ef þú segir okkur aðeins frá flugskólanum hérna, hvernig virkar þetta með flugskólan? Við erum með 3 kennsluvélar í kennslu,
2 Piper Tomahawk og 1 Piper Warrior 4 setavél. Og það kennt aðalega á þessar 2 seta. Þær eru mest í kennslu og hafa verið í kennslu í mörg ár og reynst mjög vel. Og það þá bara svona litlar og þægilega vélar til að læra á? Já, mjög. Að fljúga svona vél og síðan fara í stærri vél, hvernig virkar þetta? Þú veist, hvað ertu fljótur að byggja að fara upp stigann? Þegar maður klárar að læra einkaflugnám þá máttu fljúga með farþega en það má ekki taka greiðslu fyrir það. Þannig að það framhaldsnám þar sem maður tekur atvinnuflugmannsréttindi og það gefur manni í rauninni réttindi á að taka greiðslu fyrir vinnuna og vinna við þetta. En allar flugvélar yfir 5,7 tonn þá þarf þetta að læra á hverja flugvél sérstaklega. Hvort sem þú ert í rauninni einkaflugmaður eða atvinnuflugmaður. Alright. Og er þetta tímafrekt nám, menn ég? Í raun ekki, þetta svolítið þétt. Það þetta að klára einkaflugnám á í raun allt frá 1 ári í kannski, getur alveg tekið upp í 3. Það fer bara eftir manni sjálfum, hvað maður vill vera fljótur og tíma. Er þetta að klára námið hérna á Akureyri eða? Það þetta að klára einkaflugmannsnám á Akureyri, en til þess að læra atvinnuflug þarf að fara annarkvort til Reykjavíkur eða erlendis. Til þess að fá atvinnuflugmannsréttindi held ég að það sé 18 ára, en til þess að klára einkaflug það 17. Og til þess að fljúga eitt sem í rauninni partur af náminu undir eftirliti flugkennara þá það 16 ára. All right. Það bara svipað eins og með bílinn og þú bara getur farið fyrir að fljúga? Já, svona eins og æfingarakstur sem bara hluti af náminu. Já, snillt. Geta allir orðið flugmenn? Já, ég held það. Það? Lang flestir. Mér langar að spyrja einu. Hérna, að fljúga flugvél í dag, þetta eins og að fljúga flugvél í tölvuleik? Tölvuleikirnir eru reyndar, það verður náttúrulega aldrei eins, en það margt mjög raunverulegt við það. Mjög. Og þeir sem hafa verið mikið að fljúga tölvuleikjum, flugtölvuleikjum eins og Flight Simulator það undirbýðir þá vel fyrir námið í rauninni. Já, það þannig? Já. Þannig að ef þið langar að vera flugmaður þá getur kannski svona sigta þetta eins og út hjá sjálfur bara í Flight Simulator? Já, hluta til, þó það komið þetta aldrei allt með því. Nei, en þú allan að færa það alveg snertingunum við þetta þar? Já. Snillt. Eru íslenski flugmenn betri að fljúga innan öll þessi fjöll og þetta oft kallað skurðurinn hérna, Eyjafjörðurinn? Já. Eru íslenski flugmenn betri að fljúga heldur en erlendir flugmenn? Eða þetta bara eitthvað íslensk minnumáttakent að reyna að hífa sig upp með eitthvað? Ég held þessi almennt ekki betri sko, það náttúrulega mörg lönd eins og Noregur og Grænland, það sem ekkert ólíkt veður og hér. Það bara, við erum vanir eins og Akureyri náttúrulega okkar heima flugvöllur, þannig að eðlilega verðum við vanari því heldur en einhverjir aðkomin. Eins og við komum inn á áðan þá ert þú í listflugi. Hvernig byrjaði það? Ég fór út til Bandaríkjanna til að læra það og við fórum 2 saman, lærðum þetta hjá manni sem hafði 12.000 flugstundir á Pitts flugvél. Og það var fyrir 10 árum og hann enn að, þannig að ég veit ekki hvað hann komið í dag. Nei. En við lærðum á bæði flugvélina og listflug þar. Flugvélin örlítið frábrugðin öðrum flugvélum af því að þegar þú ert að lenda og sér það ekkert út, sem við pínu kalli, og þegar að flýgur hratt, kemur hratt inn til lendingar, þannig að það þarf svolítið að læra á hana. Hún svona pínu ótæmi. Já. Hún þá svona út af því að hún með styttri vangi eða svoleiðis eða? Já, það bæði út af því hún með stutta vangi, þannig að ofurishraðinn á henni þar sem vangirnir hægt að vilja fljúga frekar hár. Þannig að lendingarhraðinn frekar hár og það mótorinn fyrir framann, flugmaðurinn setur aftur í og farþeginn fyrir framann. Þannig að í lendingu sést mjög lítið út og þannig í rauninni ef maður sér brautina þá eitthvað því að þá ef maður ekki á henni því að maður sé bara til hliðar. Ok. Tók hún stöðun á stráknuðurum, hún Tristan. Já. Hann alveg með þetta? Já, hann hefur mjög mikið áhuga á þessu og bara gaman að því. Já. Það meðan að maður ítir þeim ekki út í þetta, þegar maður vilja það sjálf, þá bara gaman að leyfa þeim að vera með. Já. Hann fór með mig fyrst 3 mánaða. Já. En hann fór á fyrst í listflug, þá var hann rétt að verða 3 ára. Vá, maður. Hvað kostar í dag að verða einkaflugmaður? Það einhvers staðar 1,5 milljón ef mann rétt. Og
svo bætir þú atvinnuflugmanninu við? Já, það er talað í dag að þetta kosti allt. Þá getur maður komin í vinnu sem flugmaður. Já. Það er eitthvað yfir 10 milljónir, 10 til 12. Ef einhverju langar, til dæmis, ef einhver horfir á þetta og hún langar að læra flugmann, hvað gerir hann? Þá bara bóka kynnisflug, það er fyrsta skrefið. Okay. Og það er þá kynning með flugkennara á náminu og svo er farið í 25 mínútna flug þar sem tilvonandi nefandi fær að pröfa að halda í stýrin og fljúga. Já, fá bara svona tilfinningur fyrir þessu. Já. Hérna næst er komið tími á stutt auglýsingahlé. Ég ætla sjálfur að nýta það til þess að koma hugmyndafluginu af stað fyrir seinni hlutann og ég mæli með því að þið gerið það líka. Það eru örugglega margir sem tengja við það að dreymum að fljúga þeir eru yngri og jafnvel þeir eru eldri líka. Hérna næst ætlum við að kíkja á einn ungan og sprækan flugmann, hann Tristan Darra. Jæja, Tristan, nú ert þú upprennandi flugmaður, eða ekki? Jú. Ertu búinn að vera að fljúga sjálfur hérna allan dag, eða? Ekki allan dag. Ekki alveg? Nei. Hérna, ef mér skilst rétt, þá ertu búinn að vera að fljúga mikið með pabbaðinum, eða ekki? Jú. Ertu farin að fljúga alveg aleinn, eða? Nei, kannski ekki alveg. Ekki alveg? Nei. Þú ætlar að flugmaður þegar þú voru stórað, ekki? Jú. Og hvernig flugvélum ætlar að fljúga þá? Twin Otter og King held ég bara. Ok. Og er það farþegavélar eða? Já, já. Hvenær byrjaðir að fljúga fyrst? Fara fyrir nokkrum dögum. Nokkrum dögum? Já, þá fór ég að lenda sjálfur og fara í lofti. Já, veitu hvað þetta er gamall? 8. 8 ára? Já. Er það alveg svona venjulegt að svona ungi strákar séu að fljúga og lenda á allt sjálfur? Nei. Nei. Nú er pappið þinn flugmaður, ekki? Jú. Hjá hverjum flýgur hann? Norrlandar. Er hann svolítið góður að fljúga það? Já. Er hann kannski bestur það? Veit að já. Nú er hann í listflugi, eða ekki? Ætlar þú í það líka kannski? Já. Hefur farið með honum í listflug? Já. Og ekki træddur? Nei. Nei? Ég kann að lúpa og rolla. Kanntu að lúpa og rolla? Já. Og hvað er það? Það er svona að fara á hvolf, svona. Ok, þú búin að gera alveg sjálfur? Já. Aldrei hræddur? Nei. Nei. Já, flug og flugvélar er ekki bara til þess að koma okkur út í sólina í sólbað. Það er þjóna mikilvægum tilgangi fyrir samgöngur og góða samgöngur, það er ekki sjálfsagður hlutur. Við ætlum næst að halda til Ító Kortomít á Grænlandi. Ferðalagið hefst hér á Akureyri og það eru samgöngur ekki alveg á þeim stað sem við að venjast hér á Íslandi. Héðan frá Akureyri er rétt rúmlega 2 tíma flug til Scoresbysund á austurströnd Grænlands en þar er að finna eitt einangraðasta þorp í veröldinni, Ító Kortomít. Við ætlum að taka flugið með Norlandair til Constable Point og þyrlu þaðan til Ító Kortomít. Ferð okkar Stefáns Friðriks kvikmyndatökumanns er heitið með Norlandair norður á bóginn 600 km leið á austurströnd Grænlands þar sem fyrirhugað er að lenda á flugvellinum í Constable Point sem lúrir þar á milli fjalla í Scoresbysundi sem svo sannarlega er ekkert sund heldur lengsti fjörður í heimi nær 350 km inn í landið og var nefndur öllum lengri upp á íslensku hér einu sinni. Eftir því sem norðardregur fer ísinn að sjást betur en hægt er að komast að þessu svæði flugleiðis allt árið en sjóleiðin er aðeins opin 2 til 3 mánuði á ári. Jóhann flugstjóri hjá Norlandair hefur flogið í mörg ár á þessar slóðir og hann hefur tekið eftir breytingum í veðrinu. Vorið er til dæmis mánuði fyrr á ferðin í ár en í fyrra með tilheyrandi bráðnun ís. Eins og allir að tala að það er miklu öfgar í veðrinu á þessari jörð okkar og ég held að aðstæður í dag endurspegli það að miklu leyti. Við erum örugglega mánuði á undan núna með vorið en í fyrra og síðasta sumar þá kom sumarið mjög seint, sennilega mánuði og seint.
þannig að sveiflurnar eru miklar. Margir ísbirnir sem þú hefur séð? Já, ég hef búinn að sjá nokkra. Það tók mér reyndar 8 ár að sjá þann fyrsta og það er gaman að segja fyrir því. Ég var svona brandari fyrirtækisins, mikið af nýjum mönnum að koma og þeir að sjá í fyrstu ferð, einn og upp í 4-5 bjöss, en ég sá aldrei neitt. Þar til fyrir 1,5 ára síðan, þá tókst mér að sjá 16 og 10 mánuðum. Og einn kannski frekar nálægt þér eða hvað? Já. Hann var kannski mínútu, 1,5 frá mér. Hleypur maður eitthvað þá? Ég vissi ekki á hann fyrir en ég var komin inn í hús. Ég var að fara úr aðalbyggingu yfir í svefnskóla og hann birtist þarna á sömu móttun og ég stóð á fyrir utan þegar ég lokaði hurðina eftir mér inn í skálan. Þannig að svo hefur við líka fengið hann á gluggann stundum. Hvað þið að fljúga oft í viku? Við erum áætlun 2 í viku. Svo komum við mjög oft inn í gegn með í leiguflugi. Hvernig verkefni eru það helst? Það er alls konar verkefni. Það er mjög fjölbreytt. Vísindamenn, jarðfræðingar, danski herinn fljúgum mikið fyrir það. Og það er bara hvað fellur til. Þetta er mjög fjölbreytt. Er þetta skemmtilegt? Mjög svo. Já. Hvað ertu búinn að vera lengi í þessu? Þetta er 10. árið mitt. Og sástu alltaf fyrir þér að þú myndir vera flugmaðurinn sem flýi á Grænland? Nei, ekki í byrjun. Nei. En það er bara æxlaðist svona og þetta er mjög skemmtilegt og fjölbreytt. Þess vegna er ég sinnaði ennþá hérna. Hvað finnst þér með Grænland? Eigum við að koma hingað oftar? Er þetta staður sem Íslendingar ætti að heimsækja? Klárlega. Þetta er gríðarlega fallegt land og ég held að Íslendingar gerir sér ekki grein fyrir hvernig Grænland lítur út. Er þetta góðir nágrannar? Mjög góðir. Það er í raun ekkert sem hægt að dvelja við í Constable Point, aðeins pínulítil flugstöð, en til þess að komast í þorpið þarf að taka þyrlu frá Greenlandair og fljúa í 15-20 mínútur í fjarðaminnið til Ittoqqortoormiit. Norski flugmaðurinn bendir okkur á ísbjarnarspor á leiðinni og við veltum fyrir okkur hvort við eigum eftir að sjá lifandi hvítabjörn. Hann bæti því við svona til vonar að vara að það sé búið að skjóta þessa 35 sem kvótinn leyfi, en það þurfi iðulega að fella fleiri dýr sem sækja inn í þorpið og ekki sé hægt að hrekja í burtu með góðu. Við lendum á þyrlupallinum efst í þorpinu Ittoqqortoormiit þar sem Lone Madsen tekur á móti okkur á fjórhjóli, enda ekki hægt að ferðast nema á slíkum faratækjum, vélsleðum eða hundasleðum. Lone stýrir leikskólanum í þorpinu. Þar er 30 börn og eitt stærsta rýmið í húsinu er matarbúrið. Lone útskýrir hvers vegna. Der er kun 2 skiver om året. Ja, er det vanskelig å bestille for et år frem i tiden? Man skal godt tænke fremover. Hvad skal vi have, og hvad skal vi bestille, og hvad kommer til vi at mangle til næste år, faststilleren, hvad skal vi mangle, sådan nogle ting. Det skal man tænke over. Man skal tænke næsten 1 år eller halvår, det man skal bestille. Jamen, hvad gør man, når det ikke findes, det man mangler? Og så bestiller man det per mail til Arctic-Import, eller man kan være heldig, at de kan sende det med flyver. Ja, så kommer det med helikopter. Og det koster ganske mye? Ja, hvis det er sådan nogle ikke så dyrt, når det er sådan nogle ikke så tunge varer. Já, öllum flugferðum þeim verður að ljúka einhver tíman og það er akkurat komið tími á lendingu hjá okkur núna. Við erum búið með tíman og innslögin. Þannig að ég segi bless og við sjáumst í næsta þætti.